Góðan daginn ágæta fólk og velkomin. Við erum að fara í einhverja góða ferð með lifandi Guði því að þá reynslu höfum við af honum góða að hann bregst okkur ekki. Það er margt sem að vill að okkar dómi bregðast og margt að okkar dómi hefur tilhneigingu til að fara í sama farveg. Hvað gerist? Ég veit það ekki. Að halda eitt og svo gerist eitthvað allt annað en svona reglan í þessu oft á tíðum. Og fæst okkur eru nú mikli spámenn þegar að því kemur að rýna í framtíðina, enda hvorki mér eða þér gefið að rýna neitt í framtíðina. En við höfum andartækið, svo kallað nú, og því getum við velt fyrir okkur fram og tilbaka. En ég held að þú sért nú alveg sammála mér það að núið er á sinn hátt hundleiðilegt. Hundleiðilegt að því leyti til að það segir okkur ekki nokkuð skapaðan hlut eitt eða neitt. En það eru 1.000.001 verk gert í þessu yndislega núi og hvernig þessi verk eru að verða, það kemur bara fram í framtíðinni. Það er ekki annars rétt. En við getum auðvitað undirbúið framtíðina. Við undirbúum framtíðina með því að gera eins vel og við best kunnum og getum í andartækinu. Það er ekki rétt hjá mér. Ef við náum að binda hnúta þannig að þeir haldið þeirra fyrir að strekkja á þeim og eftir því sem hnútarnir eru bundnir þannig fleiri má sjá að við erum nú með nokkuð svona öflugt tæki í höndunum. En hvað vitum við sem erum að binda þessa hnúta núna nema einhverjir af þeim séu ekki alveg eins vel bundnir og við teljum og töldum og horfum svo og eftir einhvers staðar á leiðinni rakna upp og fara á endin fyrir sitt hvora átt. Þetta er núið. Við vitum akkurat ekkert núið. Að því leytinu til finnst mér alveg hundleiðilegt. En það er þarna og ég og þú og við auðvitað þurfum að drattast með þetta nú. En við getum byggt á reynslunni, þessari merkilegu reynslu í núinu upp á framtíðina gera því að það höfum við séð að þetta fer allt í hringi. Það er ekki rétt hjá mér. Það sem heppnaðist fyrir ykkur síðan og hefur gengið vel og við erum að kannski betur bæta í dag, það er allt í lagi með það að við látum það byggja á gömlum grunni. Þannig að við sjáum að reynslan inn í verk, þau munu gagnast okkur. Sjáum, eða erum við vissum að við sjáum það? Ég er ekkert viss það. Af hverju? Að því að tortryggnin og efinn einhvern veginn er svo greiftur í okkur og það er eðlilegt. Við höfum orðið fyrir röð vonbrigða. Kannski röð vonbrigða að þið voru með væntingar sem voru svona dálítið á skjön við það sem heitir raunveruleiki. Svo fyrir utan það, og það er nú bara staðreynd, að við ráðum svo óskaplega litlu það gang sögunar. Ekki annars rétt. Rétt upp hendi sem að vill stríð. Hvað erum við búin að horfa upp á mörg stríð síðan að seinni heimsstyrjöldu lauk? Höfum við tölu á þeim? Ég held ekki. Og öll þessi batteri sem voru gerð eftir stríðið í þeim eina tilgangi að aldrei kæmi til stríðs aftur. Eins og við vorum að spyrja á þann og spyrjum aftur, hvað mörg stríð hafa verið hafin frá þeim tíma? Það eru nokkur á hverju ári.
sum af þessum stríðum eru löng stríð og náttúrulega leiðilega eftir því. Af hverju erum við með öll þessi stríð? Þegar það er 100% ljóst að enginn vill stríð. Það vill enginn stríð, það er alveg ljóst. En samt eru þau að hvolfast yfir okkur eitt og eftir öðru að því að það er tortryggni í heiminum, það er efi í heiminum og það er bullandi reiði í heiminum. Það er nú ástæðan fyrir þessu öllu saman. Hvernig stendur á því? Það er algjörlega eðlilegt að gerist í heimi sem meira og minna hafnar Jesú Kristi, hafnar lifandi Guði og er æ meira að fjarlægjast hann, en það breytir ekki því staðreyndinni að Jesús er. Hann er með boðskap, hann er með sitt, hann segir, komið til mín. Og þetta er enn að gerast, að menn er að koma til hans, og hvað fá þeir? Það sem heimurinn getur ekki gefið. Hann gefur þeim frið í hjarta. Og maður fyrir að blína inn á við, og þar sér hann margt sem er í ólagi, og hann fyrir að vinna með innvolsi sitt, með hjálp heilags anda og Krists, og hann fyrir að verka og virka í manninum, og hvað fyrir að streyma frá honum? Gæska og góðvild Jesú. Hvað streymdi frá honum áður? Óyndi sjálfsins. Það kom frá honum áður. Og af hverju? Þetta er afleiðing syndar. Ég veit að orðið synd er ekki vinsælasta orðið sem við heyrum, og sjálfsagt eru margir sem vilja bara henda því út, og sjálfsagt hafa margir hent því út. Það er eins og með Krist, að þetta syndin er samt til staðar. Ég get sagt við sjálfa mig, hún er ekki til, þetta er bull, þetta er lygi sem þessir menn er að segja. En syndin er þarna samt. Og við segjum að það er engin Jesú til. Hvað er hann að tala? En Jesús er samt til staðar. Og hefur ennþá vald yfir syndinni því hann sigraði hana á krossinum. Þetta eru grunnatriðin sem að okkur er kennt og sum af okkur trúum, en bara sum af okkur. Og ekki heldur það er í raun og veru mér að þakka. Og ekki heldur það er í raun og veru mér að þakka að ég sé að tala svona núna, því eitt sinn þá var ég ekki á sama stað og ég er í dag. Eitt sinn vissi ég ekki að Kristur væri það sem hann er, og ég veit 100% í dag eða miklu, miklu betur. En svo kom Kristur. Og hann náði inni hjá mér fyrir það sem hann gerði fyrir mig, að ég í það minnsta leggi fram krafta mína til að tala hann og vilja hans, og benda á að hann segir, komið til mín. Þér sem erfiði hafið og þungar þrautir eitthvað í þeim dúr, og ég mun veita þér hvíld. Akkur eru þessi stríð? Vegna þess að þjóðir sem fara í þess átt með sjálfa sig eru orðin útur þreytt á svokallum yfirgangi annara þjóða, í sinn gað, útur þreytt. Og einu stað, ok, nú stoppum við þetta, nú gerum við það sem þarf, og hvað hefst? Stríð. Og hvað er stríð? Stríð er annað orð yfir gróft ofbeldi.
Það er ekki rétt. Það sem öllu er til tjaldað gegn svo kölluðum óvinni. Og hver er þessi óvinnur? Ég vona að ég sé ekki óvinnur þinn. Mögulega er ég það. Óvinnur manna eru aðrir menn í svona 99% tilvikum. Óvinnir þjóða eru aðra þjóðir þegar þær eru að bítast og slást og sprengja. Fólk eru óvinnir annars fólks. Hvernig má þetta vera? Vegna guðleysis er þetta með þessum hætti. Það heitir synd. Syndin hefur augastað á okkur. Syndin í okkur, takk þetta í okkur, hefur augastað á fólki og hún freistar viðkomandi. Og viðkomandi fer af stað með einhvað sem er ekki gott. Af völdum syndarinnar. Á hversu valdi ertu? Ég var að benda á hann sem heitir Jesús. Hann er að kalla á þig, komdu til mín og ég skal veita þig frið. Hvað viltu? Ég veit að þú vilt frið. En friðurinn einn býr í Kristi. Þetta er boðskapur sem þú hefur auðvitað oft heyrt og ég segi þér að þetta er réttur boðskapur, þetta er svona og þú myndir reyna undir afli Jesú Krist. Trúðu mér að það eru margir sem taka undir þetta. Það eru fleiri en ég sem þekkja Jesú Krist. En ég veit að því miður eru fleiri sem að hrista höfuðið yfir svona boðskap. Af því að heimurinn liggur í hinu vonda. En við erum ekki þar. Við erum böðu birtu, við erum í ljósinu. Og eigum nokkuð sem allir geta fengið en bara fáir fá. Af hverju veit ég ekki, en fáir fá. En þeir sem eru, ber skylda til að tala þennan boðskap út til mann og kvenna sem eiga hann ekki þegar. Þannig kom ég inn. Það var talað til mig boðskapurinn. Svo allt í einu er í stíginn inn fyrir. Gjöf frá Guði. Þess vegna og í þessu ljósi getur maður tala með þeim hætti sem maður er að tala. Og þetta er sem að fráhvarfi frá Kristi verður meira, þá segja menn, þetta er geggjaður boðskapur. Geggjaður í orðana fyllstu merkingu. Þeir sjá ekkert nema geggjun við að tala svona eins og við tölum. Þetta er syndin þegar hún magnast upp og eftir því sem hún magnast meira upp þá verður þetta algengari viðbrögð við boðskapi Jesú Krist. En það er huggun harmi gegn að þrátt fyrir mótlæti þar stendur hann á sínum stað kallandi sem fyrr komið til mín og ég mun veita þau frið. Hann þekkir mannin. Hann veit hvað veldur óróa í manninum. Hann veit að maður án sín getur ekki fundið frið vegna þess að Drottinn veit, og við sem þekkjum Jesú vitum líka, að þetta býr allt í hjarta mínu. Hvað er svo nærvitið að skilja þarna? Okkur að því að syndinni er ekki gefið að skilja þetta. Kristur þarf fyrst að komast inn, henda syndinni út og þá fer skilningurinn á þessu að vaksa og aukast og verða einhvað
í okkur sem við viljum bara aldeilis ekki missa. Það er þessu ljósi sem við tölum svona eins og við tölum. Við erum knúin af anda Jesú Krists. Og andi Krist mun alltaf tala gegn allri synd. Alltaf. Það er í eðlans. Hann getur ekki gert neitt annað. Syndin er vandamálið. Ekkert annað. Ekki þetta fólk í sjálfu sér. Það veit ekki betur en að það sé að gera það sem að rétt er. Og það fer að slást. Og það fer að berjast. Það fer að drepa. Það fer að sprengja og eyðileggja og skemma. Og tækin til þess arna í dag eru svakalega máttug. Úkraína. Hvernig er ástandi í Úkraínu í dag? Ég held þú getur verið sammála mér það að hún sé svo gott sem í rúst. Á þessum rúma mánuði frá því að átökin þar hófust. Svo máttug eru þessi vopn sem þessi herir eru að beita. Hugsaðu þér allt hvernig þetta fer, ég veit reyndar ekki hvernig þetta fer og ég reiknar nú með því einhvern tímann hætti þetta og stoppið þetta. Hugsaðu þér verkið sem þarf til þess að endurbyggja þetta allt saman. Eitt land í rúst. Af hverju? Var þetta nauðsynlegt? Þetta var ekki nauðsynlegt, nei, en það er synd í heiminum. Er þetta einföldun að tala svona? Í sjálfu sér veit ég ekkert hvað menn segja, en ég segi að svona er málið vaxið. Drottinn er raunverulegur, syndin er raunveruleg og birtingamynd syndarinnar til að mynda það sem er að gerast í Úkraínu í dag. En það er ekki eina stríðið. Þar sem stríðið eru, þar er orsakavaldurinn synd í hjarta mannsins. Einstaklings. Þar þarf að komast á friður. Og Kristur einn getur gefið hennar frið og hann gerir það. Hann á fullt af vitnisburðum frá milljónum manna út allan heim sem taka undir þetta. Já, frið í mínu hjarta. Já, það er mögulegt. Drottinn sýnir alltaf sjálfan sig sem andstæðu þess sem er að gerast í heiminum undir afli syndarinnar. Og þú getur hort á þetta, þú getur séð þetta. Og nú viltu segja við mig að þú sjáu nú ekki mikið frið inn í þessum söfnuðum. Þannig er fréttaflutningurinn, það er rétt. En ég fullyrði að þar er friður og ríkir friður vegna þess að Kristur á þetta fólk. En fréttaflutningurinn er með þeim hætti og það eru þetta alltaf menn sem að hlaupa út grenjandi og gera eitthvað óskunda, við vitum allt það. En þetta er þá bara einhver ein manneskja að gera einhvað sem að, tala það sem að hún varð fyrir og þetta má hún það alveg. Og þetta eiga menn ekki að beita hvorum öðrum rangindum eða einhverjum þvingunum. Og ég verð nú að segja það, ég er búin að vera í þessu lengi og þekki þessa söfnið alveg út og enn. Ég hef aldrei orðið var við neitt nema bara eðlilega framgöngu inn í þessu söfnuðum. En þeir eru ekki fullkomnir. Þeir eru ekki fullkomnir vegna þess að ég og þú erum það. Og við erum bara fólk sem að vísu eigum Jesú, sem sér til þess að við stundum frið hvort við annað. Og það er nú mín reynsla af þessu
gegnum þykkt og þunnt að það hefur nú verið með þeim hætti. En stundum hefur verið núningur. En hvernig vilt þú, vinur minn og vinkona, koma í veg fyrir núning þar sem fleiri en tveir koma saman? Þú getur það ekki. Þetta er partur af þessu. Eitt er að vera með einhvern núning og annað að efna til einhvers óyndis. Það er ekki rétt. Draga upp í hugskoti sínu einhvað sem umbreytist í hatur. Er ekki hatrið stóri vondistrákurinn í málinu? Og hver hatar? Mögulega ég. Og þú bendir á sjálfan þig og sjálfa. Þarna er vandamálið. Þarna er syndin, þar að segja, í manneskju sem á ekki til Jesús í sínu hjarta. Hann er aðilinn og eini aðilinn sem getur fyrirgefið synd manns. Og maður sem kemur yfir til Jesús hefur fengið fyrirgefningu hans. Og hvað meira? Hún gengur með honum svo lengi sem hann lifir. En hvað gerir hann með það sem hann á? Það er allt annað mál. Og hvatningin frá svona stað og fleiri stöðum er tölum Jesú, boðum Jesú, bendum á orð Guðs og leifum því að ráða, stýra og stjórna. Þetta er boðskapurinn sem hefur alltaf gengið út. Og ég bendi á Krist sem stendur á sama stað og segir, komið til mín. Hann kallar þetta í gegnum allan sprengjugný, hvar sem hann er á jörðinni. Og þeir sem koma til hans úr þessum sprengjugný, ég hygg að það séu fleiri en við höldum, að þeir öðlast hennar frið. En þeir heyra sprengjugníin áfram í eyrum sér. Hann er fyrir utan núna. Og það er alveg jafn hættulegt fyrir kristimann að vera inn í þessum gný. Og hann getur dáið af sprengjubroti eða einhverju sem að sprengja veldur. En hann á frið í sínu hjarta. Þráttir allt hitt. Og hann fer strax að horfa með öðrum hætti á aðstæður og kringumstæður vegna þess að hann á eitthvað til sem að var ekki til staðar áður. Og hann getur meira að segja að fara að spyrja sig núna, til hvers er allt þetta stríð? Hefur einhver getað svarað því? Með allt í rúst. Og óteljandi milljarðar ljóst að þurfi til að byggja þetta allt upp. Til hvers var allt þetta stríð? Er ekki skynsemin að tala hér? Ég lít svo á. Hyggindi mannsins eru að tala hér. Og hvaðan koma þau? Í þessu tilviki frá lifandi Guði. Syndin er þetta ægilega í mannheimum. Þetta hrikalega í mannheimum. Þetta dimma og dimmast á öllu dimmu er syndin. Og hvar býr hún? Í hjarta manns, manneskju sem enn þekkir ekki Jesús. Í þessu ljósi skiljum við hvers vegna Kristur kallar, komið til mín og ég mun veita þau frið. Í þessu ljósi sjáum við mikilvægi þess að hann kom, gerði það sem var rétt í augum Guðs og dó syndlaus og hreinn. Af því að Guð er hreinn, þá gat hann ekki nota neitt nema það sem var jafn hreint honum og það var Jesús eftir sín 3,5 ár í starfi á jörðinni. Það tók hann 3,5 ár að fullgera allt það sem Kristur drottinn ætlaði honum, faðirinn ætlaði honum
og hann dó syndlaus. Og ég segi í ljósi þess að hann var maður öllu leyti að það afrekið stærsta sem engum öðrum manni hefur tekist að vinna. Engum. Má vera að einhverjir hefur komist svona upp undir þetta, ég veit það ekki. En það hefur engum tekist það alveg. En Kristi tók það. Og Drottinn sá, það ekki blettur á þessu manni, og ég ætla að nota þennan mann til þess að vera fyrirgefning fyrir allar þjóðir í öllum heiminum. Og það þetta sem við erum að boða. Og það þetta sem gengur svo erfiðlega fyrir okkur þetta kristna fólk að sannfæra fólk um. En það ekkert okkar ábyrgð. Við sannfærum engan neitt. En við tölum það sem við eigum að tala, það Drottinn sjálfs að ná hinu fram. En hann getur það ekki fyrr en viðkomandi hefur heyrt einhvern ávæning af því sem hann að gera. Og það sem hann að gera og aðrir að tala um viðkomandi verður eitthvað eftir í hjartanu. Þannig vinnur hann. Og þetta eitthvað sem varð eftir í hjartanu fer hann að nota. Þetta verkslagi hjá lifandi Guði. Þetta þetta hvatningin, og við vitum þetta alveg, hvatningi frá hæðum að tala út orðið, vera undir afli orðsins, gera orðið. Og þar eru sum okkar duglegri en aðri við að gera, en það ekki verið að leggja neina byrðar á nokkurn mann, hvað þetta varðar. En það má hvetja menn til þess að vera orðsins fólk og gera það sem Drottinn að bjóða til þess að aðrir heyri. Og þá fellur syndin koll. Í þessari manneskju, í hinni manneskjunni og upprís manneskja sem þekkir Jesús alveg eins og ég. Og allt orðið breytt hjá þeirri manneskju. En hún áfram inn í þessu syndu umhverfi. Og líklegt og mjög sennilegt mun verða aðskilnaður við hjá þessari mannesku við jafnvel alla sína fyrri félaga. Fjölskyldu jafnvel. En það verður þó bara svo að vera. En þá má líka benda á það, nú getur reynslan talað, að Drottinn minn binda þetta saman aftur. Þannig vinnur Guð. En hann gerir það sem þarf við mannesku, lætur þennan aðskilnað þá ganga yfir, því hann dó fyrir einstakling, og einstaklingur, hann auðvitað tilheyrir einhverjum öðrum hóp. En núna hann tilheyrandi Jesús, og hann komin yfir í hópin hans. Og það komið veggur upp, og þessi aðskilnaður, að því að Drottinn góður og viðkomandi að biðja fyrir sínu fólki, það í eðli trúarsmann að biðja fyrir sínu fólki, gæti svo farið og líklega ferða með þeim hætti að það fara að koma tengingar aftur við sitt fólk. Því að Guð góður. Og þessi hópur nær fólkið okkar fer að svona horfa til ljóssins og Drottinn jafnir að frelsa einn og frelsa annan. Hann vinnur hann. En það mjög mikilvægt fyrir okkur þegar við frelsumstum, það bara blína á Krist. Við ekkert að horfa á þetta. Við segjum bara að Drottinn sér fyrir þessu. Og hér talar reynslan. Þetta sjáum við ekki strax. En hér tala reynslan. Og reynslan á að fá að tala inn í öll þessi mál. Því að sá sem að koma nýr inn á að njóta speki innan gæsalappa reynslunar í hópnum. Og reynslan segir, hafðu ekki áhyggjur af þínu fólki. Sé það vilji Guðs, og sennilega það vilji Guðs, fer hann að vinna og búa svo hnúta að þetta tengist aftur.
Það er ekki áhyggjuefnið. Áhyggjuefnið er að vita hver Kristur er, vita hvað hann gerði, vita að hann stendur fyrir ákveðnum þáttum og stendur við það sem orð Guðs er að segja. Þetta er mikilvægt að við áttum okkur á, því að þetta eru orðin trú og sönnu. Orðin trú og sönnu, minn kæri vinur. Nú ætla ég að aðstofa með skeiðklukkuna, maður gerir ekkert án gleraugnanna. Það er komin hálftími, þannig að við höfum smá tími viðbót. Yes, nú er gaman maður. Nei, vinir, óvinurinn er ekki manneskjan eða þjóðir. Óvinur manna og kvenna er syndin í hverjum, því sjálfu. Það er af syndinni, minn kæri, sem þú girnist. Af syndinni koma stríð. Við fáum ekki, við öfundum og svo framvegis. Það býr allt í okkur sjálfum. Og að því við höfum enga leið til þess að búa til neitt frið, þá tökum við hann með valdi. Er ekki gamla sagan og nýja? Berjum svo litið á þessu liði. Er það ekki gamla sagan og nýja? En Kristur stendur þarna og segir, komið til mín og ég mun veita þér frið. Alltaf sama kallið. Hann breytir ekkit neitt, breytir ekkit aðferðinni og sér hann segir, komið til mín. Og þetta virkar fyrir hann og hana sem kemur til Krists. Og hún á frið í sínu hjarta. Og það gengur á ýmsu, en hún á frið í sínu hjarta. Það er alls konar mótbárur og jafnvel leiðindar orð sem að hrynja á manneskju, en hún þráttir allt á frið í sínu hjarta. Þú ert þessi manneskja ef þú þekkir Jesú og þú getur því tekið undir þetta sem hér er sagt. Ekki þér eða mér að þakka, Jesú á allan heiður. Hann sagði, komið til mín og ég mun veita þér frið. Og þú ert að upplifa þennan frið. Og heldur þér á mottunni, heldur þér frá allri synd, tekur engan þátt í neinni synd, og þú ferð að hafa ímugust á þessari synd, því að þú sérð ægivald hennar allt í kringum þig. Ægivald hennar allt í kringum þig í þessum töluðum orðum. Þú dæmir ekki manninn, en þér er heimilt að dæma syndina. Og þú veist hvernig má losa syndina frá manni. Þú boðar manni og konu orð Guðs. Þú bendir á Krist sem að gerir svona við fólk, komið til mín og ég mun veita þér frið. Þetta er það sem hefur gengið í gegnum alla mannkynssöguna frá því andartaki sem kirkjan var stofnuð og heilagur andi gefinn. Og það er langur tími í liðin frá þessum atburði. Frá þeim tíma sem boðunarverki hófst hefur Kristur ekkert breytt sér, ekki spönn. Og hann segir enn, komið til mín. Er þetta ekki annars rétt sem hér er sagt? Og það eru enn menn og konur og börn og allir að frelsast. Við veitum ekki kannski neitt sem er að frelsast, en það má fullyrða að þeir eru út allt að frelsast, fólk. Og það rís upp í þessu nýja umhverfi og finnur að þarna á það heima.
Manneskja á heima þar sem að friðurinn hjá lifandi Guði. Og ef hún tekur þessu rétt, fá hún réttakennslu og allt sé eins og á að vera, þá getur hún með engu mótið hugsa sér að snúa aftur til fyrri staðar. En þó sagt frá því að sumir geri það. Þeir farið þó aftur og velti sér upp úr sömu spýju og var. Þannig að það getur allt gerst. Þess vegna svo mikilvægt að hvetja menn og konur til þess að fara hratt í orð Guðs þegar það komið á þann stað að vita að hann til, þó ekki sé meira. Þarna ber reynslunni skyldu til að hafa sig í frammi og tala til þessara manna og kvenna. Því að örugt að það hefur ekki hugmynd akkurat þessa þætti og mikilvægi þessara þátta. En þetta eru mikilvægir þættir fyrir hvern nýjan einstakling sem gengur til liðs við Krist. Reynslan þarf að tala. En það skipar engin reynslunni eitt né neitt. Finni maðurinn ekki þetta hjá sér sjálfur, að þá eiginlega ekki hægt að gera við því. Nema hvetja. Og það það sem við gerum, við hvetjum. Skipum engum, en við hvetjum. Í þessa átt og hina, reynslan talaðu, segir Drottinn. Leyfðu fólki að heyra hvað þú hefur reynt og hvað þú veist að þarf að gera í þessum málum, og reynsla segir, farðu hratt í orð Guðs. Farðu fljótt eftir að þú veist að Drottinn til út í að nema orðið. Það vilji Guðs. Sá sem tekur við svona boðskap á réttir grein og réttum stað með sér sjálfan. Og ég veit að þú vilt vera á réttum stað með þig sjálfan, að þessu leyti rétt eins og ég. Rétt eins og ég. Við erum öll þarna sem á annað borð vitum hver Kristur Komið til mín. Við fengum öll þetta kall. Komið til mín og ég mun veita þér hvíld. Og hér eru við enn að tala út sama orð og gekk til okkar. Við veitum að þetta virkar. Og það sér hver maður að það komin nokkur reynsla á til að mynda líf þessa manns í trúnni eftir 32-3 ár. Hann veit miklu meira heldur en hann var þegar hann stóð að því andartaki að uppljúkast fyrir honum að það væri til Guð. En svo kom gangan. Hún bjó til reynslu. Og reynslan að tala í dag. Hún að segja, farðu hratt í uppbygginguna á orði Guðs, þú sem ert að byrja í þessu. Þú munt þurfa á því að halda. Og líka það þannig að sumir munu taka við svona orðum. En þau verða að heyrast, því að þetta eru orðin trú og sönnu. Trú og sönnu. Töluð í kærleika Krist, töluð í þeim kærleika sem segir, þú verður að koma og vera hjá mér, þú verður að byggjast upp í því orði sem ég hef, vegna þess að það mun halda þér inni, ekkert annað. Sannleikur, minn kæri, segir reynslan við þig. Sannleikur. Og það einmitt það sem við þurfum sannleikan. Við höfum fullt af orðum, við höfum yfirflæðandi af orðum. En hvað af þeim sannleikur? Og hver sannleikurinn á bakvið það?
í raun og veru að efna til stríðs, beita sprengjum og stórvirkum hertólum. Við veitum afleiðingarnar. Rústirnar reyna að blasa við og milljarða fé sem fer í að byggja þetta aftur upp. Það er ekki rétt. Þannig við sjáum að manneskja, ég og þú, erum ekki alltaf merkt visku. En við getum fengið alla visku sem við þurfum og viskan sem ég er að boða hér heitir Jesús. Jesú nafni. En Konráð Rúnar Friðriksson segir þetta gott í dag og þakka fyrir sig og heldur þessu góða verki Drottins áfram.